Forvitnast örlítið ball sem að verður í Hvítahúsinu núna helgina og það verður húlumhæ og margt skemmtilegt að gerast og þetta allt saman á morgun og já, boltaball. En ég með á línunni hjá mér Gunnar Borgþórsson sem að þjálfari Selfyssinga, fótboltanum, sannarblessaður. Hæ. Þetta árlegt eða ekki, rétt hjá mér? Jú, við erum með árlegan Guðjónsdag hér til að heiðra minningu Guðjóns Sigurjóns sem að... Ertu þarna? Já. Halló? Heyrðu ekkert í mér? Já, núna heyri ég þér. Þarna ertu. Ég er að reyna að komast inn í tækni símanna, snjallsíma. Já, segðu. En Guðjónsdag, sagðirðu? Já, þetta árlegt til að heiðra minningu Guðjóns Sigurjóns sem að lést hérna fyrir nokkrum ár síðan og var formaður hérna á deildinni og mjög sterkur félagsmaður og vinnur okkar allra og við höldum þennan dag hátíðlega í hans minningu. Við höldum hérna stórt svona firma fótboltamót daginn og svo eru partí hérna út allan bæ og við endum svo á Guðjónsballinni sem svona styrktaball fyrir knattspyrnudeildina. Ég fór inn í TRS í morgun, ég var að hugsa hvað voru þeir strákarnir að tala um? Hvað var þetta? Þarna kemur þetta sko. Þetta eru fullt af fyrirtækjum úr bænum sem að stilla saman í lið og meistaraflokkarnir vinna á mótinu, við dæmum meistaraflokkur kalla og stelpunar sjáum sjoppuna og miðasölu og svona ýmislegt. Já, og hvar fer þetta mót fram? Mótið fer fram hérna í Iðu, byrjar strax morgun og spilast allan daginn, þannig að menn geta kíkt frá 9:30 og svona fram eftir degi til 4:30. Það spila allan tíman og hægt að sjá allt þetta á Facebook síðu Guðjónsmótsins. En hvernig er ekki búningar og eitthvað líka? Jú, fyrirtækin, menn svona leggja mismikið metnað í það eru veitt velum fyrir bestu búninga en menn hafa verið mjög skrautlegir og ég hef heyrt að það séu nokkuð fyrirtæki að leggja mjög mikið metnað í búningana í ár. Já, skemmtilegt. En svo ball hérna í Hvítahúsinu og þá erum við að tala náttúrulega að það eru hljómsveitir að fara að spila sem að gefa vinnu sína. Já, það eru bæði einstaklingar og hljómsveitir og einhverju hópar sem ætla að koma fram og að gefa allir vinnu sína og meistaraflokkar karla kvenna ætla að vera þarna og þetta svona dálítið þeirra partí. Já. Þau ætla að selja miða núna á fullu og búið að ganga hrikalega vel. Það verður svakalega gaman og svona loka kannski rúsinn í pilsuðendurum á þessum góða degi að bæjarbúar og þeir sem að vilja heiðra í minningu Guðjóns og skemmta sér vel þeir og mæta ball og dansa. Akkurat, en hvað svona þá hægt að nálgast miða fyrir svona þá sem vita það ekki? Sko, það bæði hægt að nálgast miða bara hérna upp í Tíbrá og fótboltavellinum en svo hægt að hafa samband við alla sem að tengjast meistaraflokkunum sem að eru ansi margir, það eru allir leikmenn og þjálfarar sem eru bara búin og búnir að vinda sér við það að græja miða en kannast ekki við neitt sem eru tengd að meistaraflokkunum, þá bara best að koma hérna upp í Tíbrá eða þá bara mæta beint á valli og borga sig þar. Já, nákvæmlega. En þarna alltaf annarkvöld koma líka fram hljómsveitin allt í einu, það er Sælan og DJ Búni og Þóri Geir úr Voice. Já. Og svo Léttsveit. Og óvæntir gestir. Já, Léttsveit Gunnar Borgþórs, ég vissi nú ekki að því fyrir ég lasa á auglýsingunni, þannig að það er aldrei einan að maður sýstir á rauninni. Já, það var kannski best að koma þessu svona fram þannig að þetta myndir þannig þetta yrði. Já, það var sannlega ástæðan. Ég tek allavega ekki að segja neitt þetta. Nei, nákvæmlega. Það er kannski líka best að hafa það bara þannig. Já, við getum gott úr þessu. Já. En já, hvert fólk líka til þess að nýta daginn á morgun og kíkja í Iðu. Ég hef búin að heyra það, þetta sé mjög skemmtilegt. Þetta er hrikalega gaman og ótrúlega skemmtileg það er ekki verið að hugsa of mikið úrslitin eða keppnina, menn eru bara að hafa gaman og það er allir léttir og ótrúlega mikið og góðum félagskap og hittir alltaf eitthvað sem það þekkir og getur spjallaði. Þannig á þetta nákvæmlega að vera. Akkurat. Ég segi bara gott gengi á morgun og góða skemmtun annað kvöld. Takk fyrir það. Takk hérlega. Bless.